Allt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur síðustu klukkustundir barist við mikinn eld í leikmunageymslu á vegum kvikmyndafyrirtækisins True North í Gufunesi. Verulegt tjón, segir stjórnarformaðurinn. Bandaríkin skoða hernað í Íran og Íranir segjast reiðubúnir í stríð. Þangað til virðast menn þó tilbúnir í viðræður. Klerkastjórnin skipulagði fjöldafundi í Teheran í dag, sér sjálfri til stuðnings. Vonskuveður víða á sunnan- og austanverðu landinu. Hátt í 200 ferðamenn sátu fastir í dag vegna lokunar á hringveginum frá Kálfafelli að Höfn sem var opnaður nú á 7. tímanum. Nýr þjóðaróperustjóri tekur formlega við embætti í þessari viku. Meðal fyrstu verkefna verður að ráða söngvara til starfa og móta dagskrá fyrir komandi starfsár. Kvikmyndin One Battle After Another hlaut flest Golden Globe verðlaun í nótt og sjónvarpsþáttaröðin Adolescence var sömuleiðis sigursæl. Gott kvöld. Allt tiltækt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu hefur frá því á 7. tímanum barist við mikinn eld í skemmu í Gufunesi. Útkallið barst skömmu eftir klukkan 5 og á þessu myndskeiði sem fréttastofu barst 10 mínútum síðar má sjá að skemman var þá þegar alelda. Skemman í eigu Reykjavíkurborgar en kvikmyndafyrirtækið True North leigði hana og geymdi í henni mikið af leikmunum úr fyrri verkefnum. Og Eva Björk Benediktsdóttir getur lýst aðstæðum þarna núna. Já, aðstæðurnar hérna núna, það mikill vindur, mjög kalt og svona erfiðar aðstæður til slökkvistarfs, en það hefur samt gengið vel og það nærri því búið að slökkva allan eldinn, en þegar við komum hérna svona korter fyrir 6 þá var alelda og mjög mikill viðbúnaður. En hérna rétt áðan þá tölum við Guðjón, stjórnarformann True North. Við höfum verið að safna svona leikmunum í gegnum tíðina úr verkefnum sem við höfum verið að framleiða og þannig að þetta svona verulegt tjón en það var ekkert að fólki þarna inni hjá okkur. Þannig að þetta rauninni aðalega bara geymsla með leikmunum sem hafa safnast í gegnum tíðina hjá okkur, þannig að þetta svona. Þetta tjón sem hleypur á tugum 100 milljóna? Ég fór ekki að fara með það, þetta allan að verulegt tjón. En hvernig svona verður þið við að koma að þessu? Þetta bara vond tilfinning. Hefur einhvern grun hvað gæti hafa gerst? Nei, við vitum það ekki á þessum tímapunkti núna sko, þannig að við verðum bara að bíða og sjá hvað hefur gerst. Þannig að það ekkert sem við höfum við vitum ekkert meira þetta heldur ég fekk bara fréttir að þessu núna. Já, og hérna hjá mér núna Brynjar Friðriksson, sviðsstjóri aðgerðasviðs. Já, Brynjar, hvernig stendur vinnan? Hún hefur bara gengið ágætlega, bara vonum fram á maður segja. Þetta var mikið eldur þegar við komum á staðinn, húsið alelda og annað. En það gekk vel að slökkva og við erum nánast búin að slökkva. Við ætlum að hætta að sprauta í smá stund en við fáum bara gufuna í burtu. Þannig að það náttúrulega mikið gufa bara að taka yfir vettvanginn hjá okkur. Og þá fá að sjá hvort það sé einhver hreiður og slíkt. Þannig að við verðum í því fram undir nóttu að slökkva í þessum hreiðurum. Þetta auðvitað nálægt hérna stóru stúdíó, Reykjavík stúdíó, var einhvern tímann hætta að eldurinn myndi breiðast þangað? Í upphæð þegar við komum á staðinn þá teygðu eldurnar sig yfir í áttina húsinu þeirra og fyrstu verkefnin hjá okkur voru að hindra að eldurinn kæmist í það hús með því bara að setja vatn á það hlið og bara sprauta á eldurnar. Áður við gátum byrjað að slökkva voru í húsinu sem eldurinn var í. Þannig að við vorum að verja bara næstu eign og það gekk fjóra vel. Þetta er væntanlega allt tjón á þessu húsi? Já, það er náttúrulega bara mjög slæmt sko. Þannig að þarna voru inni einhver mikið magn leikmuna og bara minja, þannig að það er bara slæmt. En þannig að já, allt farið sem að það var inni, það ætti að vera aðalelda hús. Vitið eitthvað til þess að það hafi eitthvað fólk verið þarna eða í nágrenninu? Samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum þá ætti enginn að hafa verið þarna inni og enginn að aðganga húsinu, þannig að svo ætti ekki að vera. En hafið eitthvað svona grun hvernig þessi eldur kviknaði? Nei, það bara verður að gefa sér tími í það og lögreglan fer í það bara þegar við erum búin að slökkva, þegar hún er rannsakast, hvað gerist ef hann getur fundið út úr því. Það verður væntanlega eitthvað unni hérna frá undir kvöldi? Já, við erum að daga saman að minnka sem viðbragði hérna og það verður mannskapur áfram hjá okkur hérna sem að þá fyrir að slökkur hreiðrum og bara gangi skuggum að sé engin eldur lengur og það er kannski svona 2 tímar eftir hjá okkur yfir cirka bát og svo tekur lögreglan við vettvagnum og rannsakar hvað var í gangi. Takk fyrir það, Brynjar. Takk.
og þá kveðjum við héðan í bili en við fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir þetta, Eva Björk í Gufunesi. Og við förum út í heim. Bandaríkjaforseti segir stjórnvöld í Íran vilja setjast að samningaborðinu, þótt ekki liggi fyrir hvað skuli ræða. Utanríkisráðherra Írans segir að Íranir séu tilbúnir til þess en séu einnig tilbúnir í stríð. Ekkert lát virðist vera á mótmæla öldunni sem ríður yfir landið. Það lýsandi fyrir ástandið í Íran að einu myndirnar sem þaðan berast eru þessar hér. Fjöldafundur með 1000 manna til stuðnings klerkastjórninni. Stjórnvöld sáu skipulagningu og ríkismiðlarnir sýndu frá í beinni. Íranir hafa ekki haft aðgangað internetinu síðan á 50-dagskvöld og þess vegna berast þaðan lítil sem engin tíðindi af mótmæla öldunni sem riðið hefur yfir síðustu daga. Mannréttindasamtök óttast að fleiri hundruð hafi verið drepnir og yfir 10.000 handteknir. Mótmælafundir til stuðningsmótmælendum í Íran eru haldnir allan heim og þjóðfána landsins víða skipt út fyrir þjóðfána konungsríkisins Írans, fánan fyrir byltingu klerkana 1979. Fyrrverandi krónprins Írans hefur sagst reiðubúinn að leiða tímabundna stjórn verði klerkastjórninni steypt af stóli. Hann sonur Reza Pahlavi keisara sem sjálfum var steypt í íslömsku byltingunni 79. Nafn prinsins hefur heyrst hrópað meðal mótmælenda á götum Írans og hann sendi mótmælendum hugheilar kveðjur í gær. خیابان‌ها را رها نکنید. قلب و روحم با شماست و میدانم که به زودی در کنار شما خواهم بود. Bandaríkjaforseti hefur nokkra hríð hótað að grípa inn í, beiti stjórnvöld í Íran mótmælendur hörku og því hélt hann áfram í gærkvöld. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously, the military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. En í sömu andrá sagði hann, Yesterday, the leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate, yes. Semja hvað ekki ljóst. Kjarnorku áætlun Írana, afléttingu viðskiptaþvingana, engin veit. En Íranar virðast tilbúnir í viðræður. Það sagði utanríkisráðherra landsins að minnsta kosti í dag, en hann sagði einnig جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره. Staða Írans á alþjóðavísu hefur veikst síðustu misseri. Bandamenn klerkastjórnarinnar í Hamas-samtökunum á Gaza og Hezbollah í Líbanon eru svipur hjá sjón eftir hernað Ísraela. Þá Assad Sýrlandsforseti, einn helsti bandamaður Írana í Miðausturlöndum, horfinn á braut og ný stjórnvöld í Damaskus horfa meira í vesturátt. Hútar í Jemen eru sömuleiðis lemstraðir. Þetta þýðir að áhrif klerkastjórnarinnar í Miðausturlöndum, þessi blokk hérna í kringum Ísrael, hafa dvínað. Kínverjar og Rússar eru sömuleiðis bandaþjóðir Írana en engir varnarsamningar gilda þarum. Ráðist einhver á Íran ekki víst að Kínverjar eða Rússland komi til bjargar. The protest gives Trump the ability to pressure Iran for that kind of change in behavior at its weakest point. Externally, because as a consequences of the 12 days war, decimation of IRGC leadership and command structure, the destruction of so-called axis of resistance since 7th of October by Israel, catastrophic economic situation. I mean, you can't find a point in the last 47 years that Islamic Republic has been weaker than now. Velkomin, Kjartan Orri Þórsson, þú ert sérfræðingur í málefnum Írans. Getur þessi mótmæla alda núna orðið klerkastjórninni að falli? Já, það eitthvað sem bendir til þess að hún geti orðið að falli. Stjórnin gæti líka tórað eitthvað áfram en aðstæður virðast vera þannig að drastískar breytinga þörf sko, og hvernig sem þær svo sem líta út, hvort að stjórnin falli alveg eða hvort að þeir finni einhverja leið til þess að svona endur uppfinna sig, hvort að herinn taki sig til og taki stjórnina til dæmis, þó sé ekkert sem bendir til þess ennþá að það sé að fara að gerast, að þá virðist ástandi vera þannig og fólk orðið þetta þreytt á ástandinu að maður sér ekki annað en að það verði einhvers konar breyting saman hvort við köllum það fall stjórnvalda eða hvað það sko. En hvaða afleiðingar myndi það hafa, stjórnarskipti í landinu?
Já, það í raun ekki gott að segja sem að íransk stjórnvöld núverandi hafa þeim hefur tekist nokkuð vel að halda mjög þétt svona stjórnartaumana, þannig að svona eðlilegt lýðræðissamtal á sér ekki stað, svona lýðræðisinnviðir líka eru þá vantar, þannig að það erfitt að benda á einhvern sem geti tekið við stjórninni bara hér og nú einhvern veginn, þannig að þetta þarf einhvern veginn að þróast og við þurfum kannski bara svolítið að fylgjast með því náttúrulega hvernig þetta spilast, en það ákveðnar hættur náttúrulega á að þetta spólist í ennþá verri aðstæður náttúrulega sem við vonum bara gerist ekki. Einmitt það. Þetta fólk sem að mótmæla, þetta mikið til ungt fólk sem að man ekki og upplifið ekki byltinguna 1979. Hvers konar umbætur vill þetta fólk sjá? Já, og samfélag, hvernig samfélag vill það sjá? Þetta raun það sem í þessu mótmæli líka kannski óvenjulegt með að þetta ekki bara ungt fólk heldur og hún svona í þessu mótmæli virðist vera þvert á stéttir, aldur og stöðu líka við þannig að við erum að sjá aðeins öðruvísi tón í þessu náður. Hvað var það umbætur og þá hafa svona kannski fyrri mótmæli og svona ég tók kannski 2009 eða 2000 að þá hafa mótmæli þá til dæmis kalla eftir umbótum innan kerfis, þar sem að þessi mótmæli snúast kannski meira og virðast vera svona snúast meira að fólk hafi kannski mist trúna á því að núverandi stjórnvöld geti orðið við einhvers konar umbótum, geti fótað sig í þessu sem þú varst að tala hérna áðan, þessum nýja veruleika, geti fótað sig í þessum viðskiptaþvingunum sem í gangi, það rosalega fólk hefur litla trú á því kannski að þessum stjórnvöldum takist einhvern veginn að uppbóna Bandaríkjaforseta í þessu dæmi eða þegar þeir eru orðnir svona veikir eins og við erum að sjá að gerast. Þannig að það er svona kannski heldur maður og sér maður kannski einu lausnina í þessu að það verði einhvers konar stjórnarskipti, vandamálið bara svolítið núna fyrir okkur hér og kannski fólki þar líka að sjá nákvæmlega hvernig þessi stjórnarskipti eiga líti út. Einmitt það, við verðum að setja punktin hér. Takk fyrir þetta, Kjartan Orri. Og við förum í önnur mál. Embætti héraðssaksóknara freistar þess enn að fá grunaðan barnaníðing í Hafnarfirði settan í gæsluvarðhald. Maðurinn sætir ákæru fyrir að hafa brotist að næturlagi inn á heimili fjölskyldu í Hafnarfirði í september, farið þar upp í rúm hjá 10 ára dreng og brotið á honum kynferðislega. Þegar ákæran var gefin út fyrir helgi var farið fram á að maðurinn yrði hnepptur í gæsluvarðhald en hann hefur gengið laus síðan fáeinum dögum eftir handtökuna. Héraðsdómur Reykjaness hafnaði varðhaldskröfunni og héraðssaksóknari hefur nú ákveðið að kæra þá niðurstöðu til Landsréttar. Ófærð og vonsku veður hefur sett svip sinn á daginn víða land. Ferðamenn undir Vatnajökli sátu þar fastir stærstan hluta dags og bílrúður brotnuðu eftir grjótfok. Djúpir snjóskaflar tóku á móti Egilsstaðabúum þegar þeir stigu út í morgun en stíf norðanátt og snjókoma var á Austurlandi í gær og nótt. Snjómokstur hófst snemma á Egilsstöðum en nokkrir lentu þó í smá basli. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að blessunarlega hafi veðrið ekki orðið til of mikils ama. 3 útköll bárust vegna veðurs á þessum slóðum. Í morgun aðstöðuðu björgunarsveitirnar Hérað á Egilsstöðum og Jökull á Jökuldal við sjúkraflutning. Það hjálpaði Pólstjarnan á Raufarhöfn lækni að komast til vinnu og miðjan dag barst útkall vegna þakplatna sem losnuðu af útihúsum á Mýrunum. Eigandi gistiheimilisins Gerðis í Suðursveit segir að vindur og fjúk hafi orðið til þess að bílrúður gesta sem þar dvelja brotnuðu. Þá hafi hann heyrt af fleiri slíkum dæmum þar í Grendi í dag. Formaður ferðamálafélags Austur Skaftafellssýslu segir ívið færri ferðamenn undir Vatnajökli en venjulega, enda hafi flest fyrirtæki og hótel sent viðvaranir til sinna gesta þegar ljóst var í hvað stefndi. Það eru auðvitað nóg pláss, það er enginn að fara. Og þar að leiðandi er enginn að koma, þannig að það er alveg sveigjanleiki hjá gististöðunum að hafa fólk áfram. Hún telur hátt í 200 ferðamenn hafa setið fasta á svæðinu í dag. Sjálfur rekur Laufi ferðaþjónustu fyrirtækið Fallastakk EHF sem býður upp á jeppa og sleðaferðir í íshella og aðrar leiðsöguferðir. Það eru auðvitað bara enga ferðir í svona veðri. Það er núna sívindur upp á nærri 30 metra inn við jökul og auðvitað enginn að gera ferðir í svona veðri.
Hún fagnar því hve snemma veginum var lokað svo ferðamenn hafi ekki verið að tefla í tvísýnu. Vegurinn frá Kálfafelli til Hafnar var opnaður nú á 7. tímanum en vegirnir Fjarðarheiði og Vatnsskarð verða lokaðir til morguns. Og það ekki búist við að óveðrið á Austurlandi gangi niður fyrr en á morgun. Spáð áframhaldandi snjókomu og hvassviðri. Það verður áfram hvasst og hríð á Norðausturlandi og Austfjörðum og svo eru viðvaranir í gildi á öllum austurhelmingi landsins í kvöld og nótt en falla svo gildi þar snemmi fyrramálið og þegar líður á morgunin á morgun. Og hvar er þetta allra verst? Það eiginlega vont allt austanvert landið en verður hvað sínu verst í fyrramálið á Norðausturlandi þar sem verður snjókoma og vindur en þá verður farið að lægja á Suðausturlandi þar sem hefur verið verst í dag. Lítið skyggni og ekkert ferðaveður? Lítið skyggni, skafrenningur og eflaust mjög blint þegar það fer saman vindur og snjór. Þannig að fólk ætti að fara mjög varlega? Alltaf að fara varlega á veturna og sérstaklega þegar það viðvörun í gildi. Þrátt fyrir mikið atvinnuleysi viðvarandi mönnunarvandi á leikskólum borgarinnar og hefur verið árum saman. Formaður félagsleikskólastjórnenda segir að lausnin sé að hækka launin og bæta starfsaðstæður. Flest leikskólabörn í Reykjavík, eða 93%, eru með 8 klukkustunda vistun eða lengri á hverjum virkum degi. Árið 1998 var hlutfallið 60%. Í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu 81% barna með 8 klukkustunda viðveru eða lengur. Skýringarnar á þessum mun liggja ekki fyrir, en í þeim sveitarfélögum þar sem hvatt hefur verið til styttri viðveru barna, eins og í Kópavogi, hefur sést árangur og þar þarf síður að loka deildum og senda börn heim vegna manneklu. Yfirleitt mönnunarvandi leikskólana mestur seint á sumrin eða haustin, en núna, í janúar, hann mjög slæmur og það á sama tíma og árstíðabundið atvinnuleysi í hæstu hæðum. Hvernig stendur á því það svona erfitt að manna leikskólana? Í fyrsta lagi það skortur á kennurum, mikill skortur á kennurum og síðan mikil starfsmannavelta sem hefur verið viðvarandi í fjölda ára, sérstaklega hjá ófaglæru fólki. Starfsmannavelta ófaglæra 30% meðan að eðlileg starfsmannavelta talið verið svona 7-10%. Þá séu laun leikskólastarfsfólks of lág. Fjöldi barna á leikskólaaldri hefur verið svipaður síðustu 20 ár, en vistunartími barnanna hefur aukist mikið. Við erum að stytta vinnutíma fullorðinsfólks og við ættum þá kannski líka að hugsa börnin og stytta viðveru þeirra. Fáliðunaráætlun í nokkrum leikskólum þar sem þjónustan skert og sumstaðar töluvert. Dæmi leikskóla þar sem börnin eru heima 1,5 dag í hverri viku. 50 starfsmenn vantar til að manna leikskóla Reykjavíkurborgar og einn þeirra, Funaborg, vantar 9 manns. Hvað skýrir þetta? Hvers vegna sækir fólk ekki þessar stöður núna þegar töluvert atvinnuleysi? Já, það mjög sérstakt ástand. Ég myndi telja einna helst að það væri bara starfsaðstæður, það álag í starfi og og laun eins og við ræddum. Bindur vonir við að ástandi lægist? Þetta eru svona mantra sem fréttamaður kyrjar ár eftir ár? Ég ekkert að sjá í landa næstu árum og allar tölur hafa bara sýnt það að þetta viðvarandi og Hagstofan gefur út tölur til dæmis starfsmannaveltu sem búin að viðverandi í leikskólum síðustu áratugi jafnvel. Sturla Böðvarsson, fyrrverandi bæjarstjóri, ráðherra og forseti Alþingis, lést á laugardag 8 að aldri. Sturla Böðvarsson fæddist í Ólafsvík í nóvember 1945, sonur Böðvars Bjarnasonar og Elínborgar Ágústsdóttur. Sturla lauk sveinsprófi í húsasmíði frá Iðnskólanum í Reykjavík, varð húsasmíðameistari og lauk BS-prófi í byggingatæknifræði frá Tækniskóla Íslands. Sturla var sveitarstjóri og síðar bæjarstjóri í Stykkishólmi 1974 til 1991, en það ár var hann kosinn á þing fyrir Sjálfstæðisflokkin á Vesturlandi til 2003 og frá 2003 til 2009 sem þingmaður Norð-Vesturkjördæmis. Áður en hann var kjörinn á þing tók hann nokkrum sinnum sæti á þingi sem varaþingmaður. Sturla gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkin á vettvangi sveitarfélaga, alþingis og landsvísu. Hann var skipaður samgönguráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar árið 1999 og gegndi því embætti til ársins 2007. Hann var forseti Alþingis 2007 til 2009.
Sturla var framkvæmdastjóri þróunarfélags Snæfellinga 2011-14 og bæjarstjóri Stykkishólmsbæjar 2014-18. Eftirlifandi eiginkona hans Hallgerður Gunnarsdóttir og eignuðust þau 5 börn, 2 syni og 3 dætur. Nýskipaður þjóðaróperustjóri segir að með stofnun óperunar skapist mikið tækifæri til að efla menningarlíf hér á landi. Meðal fyrstu verkefna verður að móta dagskrá og ráða söngvara til starfa. Alþingi samþykkti á síðasta ári frumvarp stofnun þjóðaróperu og hefur Finnur Bjarnason verið skipaður þjóðaróperustjóri til 5 ára. Hann tekur formlega við embættinu á 50. Já, þetta eru svolítið breyttar forsendur fyrir óperuflutningi á Íslandi af því að það er verið að búa til hérna atvinnugrundvöll fyrir söngvara og þá er hægt að vera með stöðugildi fyrir söngvara, fastráða söngvara allt frá kannski 4 mánuðum, hálfu áru upp í einhver ár og leið opnast möguleikin á samfellda starfsemi og aukna starfsemi. Gert ráð fyrir 12 stöðugildum fyrir einsöngvara og 16 hálfum stöðugildum fyrir kór. Þetta frumvarp skildi vera samþykkt var þetta mjög stór áfangi fyrir óperuheiminn og bara almennt fyrir listalíf á Íslandi held ég. Og ég auðvitað mjög glaður að mér skuli vera treyst fyrir því að koma þessu verkefni af stað. Og hver verða svo fyrstu verkefni nýs óperustjóra? Ég nú ekki tekin við og tek ekki við fyrir á 50. Svoleiðis að ég á þetta eftir að hitta alla og setja mig inn í þetta og sjá hver staðan er og hvað hægt er að gera. En ég reikna auðvitað með því að þetta verði undirbúningur og að búa til dagskrá og svo þarf auðvitað að ráða listafólk og svo að koma starfsemin af stað eins og ég seti fyrir mér. Finnur telur að sóknarfærin séu mikil. Ég held að óperan eigi mikið inni og auðvitað hefur mjög margt frábært verið gert en það er hægt að gera miklu meira og svona samþætta óperuna miklu betur menningarlífinu á Íslandi. Kvikmyndin One Battle After Another var sigursæl þegar Golden Globe-verðlaunin voru veitt í 80. og 3. sinn í Hollywood í nótt. Sjónvarpsþáttaröðin Adolescence fékk sömuleiðis fernverðlaun. Gestir í sínu fínasta pússi stilltu sér upp fyrir ljósmyndara venju samkvæmt á leið inn í hátíðarsalinn í Hollywood. Margir voru tilnefndir en færri verðlaunaðir. Leyfum Julie Roberts að segja okkur hver var sigurvegari kvöldsins. And the winner is One Battle After Another. Myndin fékk fernverðlaun fyrir handrit, leikstjórn, bestu leikkonu í aukahlutverki og sem besta gamanmyndin. I got a double G. Amazing. I tell you, the moment when it gets out of your room and off a page and the actor starts saying it, that's when it gets great. And I had some great ones. Viva la revolution! Aðaleikari myndarinnar Leonardo DiCaprio var tilnefndur en sá á eftir verðlaunagripnum til Timothy Chalamet. I'm in a category with many greats. This category is stacked. I look up to all of you. Thank you. Það er vinsæl listgrein að koma að fjöllum þegar nöfn sigurvegarar eru lesin upp en undrunin virtist afar einlæg hjá leikstjórnum Chloe Zhao þegar tilkynnt var að Hamnet væri besta dramamynd ársins. Flest höfðu spáð vampírumyndinni Sinners sigri í þeim flokki. Þegar verðlaun fyrir sjónvarpsþættir annars vegar fékk Netflix þáttaröðin Adolescence flest eða 4. Adolescence! Outstanding performances all across the board, each and every one of you, and it's been an honor just to share this space with you. It's time. K-pop Demon Hunters var besta teiknimyndin og átti sömuleiðis besta lag í kvikmynd á síðastliðnu ári. Tónskáldið átti eina hjartnæmustu ræðu kvöldsins. When I was a little girl, I worked tirelessly for 10 years to fulfill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected and disappointed that my voice wasn't good enough. And so I leaned on songs and music to get through it. So now I'm here as a singer and a songwriter. And shout out to all of the podcasters, you all are winners. Nýr verðlaunaflokkur leit dagsins ljós þegar í fyrsta sinn var verðlauna fyrir besta hlaðvarpið. The winner is
good hang with Amy Poehler. I don't know about award shows, but when they get it right, it makes sense. Bergsteinn, Kastljósið í kvöld. Já, við ætlum að tala gervigreindakapphlaupið sem stendur nú aðalega milli Bandaríkjanna og Kína. En það talað að Ísland eigi að blanda sér í leikinn og við ætlum að spá í hvað það þýðir, í hvers konar fjárfestingar þarf að ráðast, hver væri ávinningurinn og en líka það áhættunar virði í ljósi þeirra svona efnahagslegrar óvissu sem uppi á þessu markaði og líka svona orðaskaks og herskára ummæla sem Bandaríkjaforseti hefur látið ganga í garð Evrópu, sína rótgrónu bandamanna. Við fáum hana Sigríði Mogensen hjá samtökum iðnaðarins í heimsókn og svo ætlum við að ræða við forfallin barnabókasafnara í seinni hluta þáttar. Spennandi, fylgjumst með því. En fer í loftið þá verður Silfrið á dagskrá. Valgeir, hvað verður í Silfrinu í kvöld? Það stefnir í spennandi oddvitaslag hjá Samfylkingunni í Reykjavík. Við ætlum að ræða við Heiðu Björg Hilmisdóttur, borgarstjóra í Reykjavík og Pétur H. Martinsson sem býður sig fram gegn henni í fyrsta sætið í prófkjöri flokksins. Síðan ætlum við að ræða við Ragnar Þór Ingólfsson. Hann er splunkunýr ráðherra félags- og húsnæðismála. Við erum í loftinu klukkan korter yfir 8. Takk fyrir það. Kastljós og Silfur í þessari röð. Áður en að Kastljós og Silfur færi loftið eru íþróttir á dagskrá. Við skulum sjá hvað þar ber hæst. Það ræðst í kvöld hvaða lið komast í undanúrslit bikarkeppni karla í körfubolta í ár. Valur og Keflavík og KR og Breiðablik mætast þegar 8 liða úrslitin klárast. Og Stjarnan hafði betur gegn toppliði Grindavíkur í 8 liða úrslitunum í gærkvöld. Stjarnan er því komin í undanúrslit í 8. skipti í röð. Og Aron Pálmarsson, fyrrum landsliðsfyrirliði í handbolta, vill sjá Hauk Þrastarsson verða besta leikmann íslenska liðsins á Evrópumótinu sem framundan er. Þá skulum við rífa upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Allt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur síðustu klukkustundir barist við mikinn eld í leikmunageymslu á vegum kvikmyndafyrirtækisins True North í Gufunesi. Verulegt tjón, segir stjórnarformaðurinn. Bandaríkin skoða hernað í Íran og Íranir segjast reiðubúnir í stríð. Þangað til virðast menn þó tilbúnir í viðræður. Klerkastjórnin skipulagði fjöldafundi í Teheran í dag, sér sjálfri til stuðnings. Vonskuveður er víða á sunnan- og austanverðu landinu. Hátt í 200 ferðamenn sátu fastir í dag vegna lokunar á hringveginum frá Kálfafelli að Höfn sem var opnaður nú á 7. tímanum í dag. Kvikmyndin One Battle After Another hlaut flest Golden Globe verðlaun í nótt og sjónvarpsþáttaröðin Adolescence var sömuleiðis sigursæl. Og þessi fréttatími er þá á enda. Það er komið að íþróttum og veðri.